Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Punkturinn, handverksmiðstöð, magnaður staður hérna á Akureyri. Til mín eru komnar þær Halla og Guðrún frá Punktinum og ætla aðeins að segja okkur starfsemina þar. Velkomnar. Takk fyrir. Þetta í gamla barnaskólanum, staðsett, ekki satt, ásamt fullt af öðrum, ekki kannski fyrirtækjum, en það margt annað í gangi heldur en handverksmiðstöðin. Getið þið aðeins farið yfir, hvað í þessu húsi svona, fyrst á litið? Við, Punkturinn á fyrstu hæðinni, á annarri hæðinni Akureyrarstofa og félagsmiðstöð fyrir 3 skóla á Akureyri, Oddaverjarskóla, Brekkuskóla og Lundarskóla. Og það mikil og skemmtileg starfsemi. Á 3. hæðinni skrifstofurými fyrir starfsfólki þar, hljómsveitarrými, það sem ungt fólk getur bara komið, og fengið að æfa, flottur hljóðveri. Og á efstu hæðinni húsið. Ungmennahúsið. Ungmennahúsið. Og það alls konar starfsemi og námskeiðshald í gangi. Það bara allt í gangi þar. Leikhús, leiksalur með sviði. Með sviði. Sem var risastórt í gamla daga, en svolítið lítið núna. Þið eru þarna á fyrstu hæðinni með Punktinn og þar nú aldeilis mikil starfsemi í gangi. Mikil námskeið. Yfir veturinn það ekki aðalega? Eða mikið á sumrin líka? Nei, nú orðið lokað hjá okkur á sumrin. Þannig að með haustinu þá fyrir allt í gangi á ykkur og komið í blúsandi sving? Við komum í blúsandi sving, sko. Já. Og þú ert líka með námskeið, Guðrún, þú sérð barnahliðina? Já. Hvað boðið upp á fyrir börn? Hægt að telja það upp? Já, við getum talið það upp. Það nú náttúrulega komið haust, þannig að við erum með brjóstsykurinn alltaf í boði. Já. Við erum með tálgun hjá Óla Sveins, myndlistamanni og kennara. Hvað verið að tálga? Bara alls konar kalla og fugla og bara nefndi það. Skemmtilegt. Frábær kennari. Flott námskeið, æðislegt. Við erum með hrekkjavökunámskeið sem heitir Múmíur og myrkraverk. Sem hefur verið mjög vinsælt. Já, þið hefur pröfukert það áður og það virkar. Vorum með síðasta haust líka. Þau að búa til múmíur, við kennum að gera gerviblóð og gerfisár og bara, þetta mjög spennandi. Og væntanlega keyrt svona fram að hrekkjavökunni eða hvað? Já, þetta í rauninni bara í október, sko. Og fullt á þau námskeiði? Það fyllt á þau námskeiði, já. En ef það orðið fullt á námskeiði, þá að gera að senda okkur tölvupóst, tomstund@akureyri.is og við setjum bara á biðlista og reynum að búa til ný námskeið. Mjög lítið mál. Frábært. Og þú ást rétt að byrja upptalninguna, hvað Já, heyrðu. Við erum með verkstæði Jólasveinsins og í ár ætlum við að vera með svolítið skemmtilegt verkefni. Við ætlum að gera svona dagatal fjölskyldunar. Svona samveru. Samverustundir, já. Og útbúið einhvern veginn skemmtilega. Já. Og krakkarnir eru bara með í ráðum hvað á að vera á miðunum og þannig að þetta frábært. Svaka spennandi. Já. Og það framkvæmt þá í nóvember, þannig að þau séu tilbúin 1. des eða hvað? Já, við reynum að vera með þetta semst í nóvember. Það eitthvað sem dregst fram í desember ef það verður biðlisti sem lítur út fyrir að verði. Og þetta svona fram á jólum og svo bara aftur eftir áramót. Já, þá eru bara öðruvísi námskeið. Já, þetta magna. Þá hefur verið með víkinganámskeið og eitthvað svona sem tilheyrir frekar vorinu, sko. Hvetja börnin að vera úti og leika sér aðeins að stíla inn á það líka. Akkúrat. Og hvað eru margir svona á bakvið þetta námskeiðahald fyrir krakkana, kennarar og svona starfsfólk sem þarf? Við erum sennilega 6. Já, 6-8. Nei. Já, það svolítið misjafnt bara hvað okkur dettur í hug, hverju sinni, hvað við gerum. Það komast kannski ekki endalaust margir á hvert námskeið, betra að hafa litla hópa og viðanlega. Hvað þetta svona stórir hópar yfirleitt? Yfirleitt svona 8-10. Og eru námskeiðin fljóta að fyllast? Já, vinsælu námskeiðin eru mjög fljóta að fyllast. Og þetta bara búið að aukast núna síðustu árin, sko. Já. Það hægt að skrá sig á námskeið sem ekki eru full? Já, það alveg ennþá hægt. Og bara að gera skrá sig á biðlista. Og maður getur skoðað þetta inn á heimasíðunni ykkar eða hvað? Já, það eru upplýsingurinn á heimasíðunni, skráningurinn á matatorg.is og hjá okkur. Já, punkturinn.is eða hvað? Punkturinn.akureyri. Punkturinn.akureyri. Og fullorðinsnámskeiðin, þú heldur námskeið þar? Já. Í hverju? Ég sé glernámskeið. Og á vorruninu ég með mósaíknámskeið, en svo sé ég að vera bara hugmyndarík og finna upp á alla veganámskeiðum, finna færa og flinka kennara, það mikið atriði.
og fá þau til að halda námskeið hjá okkur. Og við núna í þessari önn erum við alveg að sko brillera, segi ég. Já, það Já, við erum bara brillera. Já, við erum bara fengum góðar hugmyndir, við erum með frábæra kennara og erum með ótrúlega flotta og sko mikla fagmennsku. Viltu segja okkur eitthvað svona námskeið? Já, við til dæmis erum að fá konu frá Ólafsfirði, Kristínu Trampe, sem ætlar að vera með námskeið í tifsögun. Tifsögun? Tifsögun. Hvað er það? Það er sem sagt að saga ótrúlega smátt út í við. Fíngjart munstur. Já, fíngjart munstur sem að, þú veist, fyrir mér er þetta óskiljanlegt að þetta sé hægt skilja. Okay. Og hvað kemur út úr þessu? Einhverju munir, svona útsagaðir, fínir munir? Eða? Já, það er sko þetta gera klukkur og hillur og... Bara stóra gripi þessu. Já. Og þetta námskeið hefur aldrei boðið upp á þau. Og þetta er svolítið svona fyrir þá sem þekkja. Já. Þetta. Fyrir svona innmúraða. Já, en líka fyrir byrjundur. Þetta er bara svo spennandi, sko. Þarf hún þá að koma með einhverja svaka maskínu eða er þetta bara lítil sög? Þetta er í rauninni bara litla sægir, en við þurfum náttúrulega, þú veist, þegar við búum til svona námskeið þá þurfum við að redda öllum tólum og tækjum og við gerum það og erum vel búin, undirbúum okkur mjög vel. Svo af því við erum að tala viðin, þá ætlar Hreinn Halldórsson, alþýðulistamaður, sem hann ætlar að koma til okkar. Sá sem er með allar mannsstytturnar í garðinum sinni. Já. Mjög spennandi námskeið. Það er rosa spennandi. Hann ætlar að vera með höfuðskúlptúr og hans hugmyndafræði er sem sagt að ná að vekja sköpunargleðina í fólki. Og þannig að þeir þáttakendur koma út með höfuð eftir námskeiði. Já. En geta haldið áfram ef þið vilja, búið til líkamann á höfuðið. Bætt neðan við hausinn. Já. Svo reynum við alltaf að halda í gamalt. Og við ætlum að fara að sauma skinnskó, silkskinnskó. Það hefur ekki verið gert lengi. Þetta er kannski svona kunnátta sem það líka passa svolítið að týnist ekki alveg. Algjörlega. Hver ætlar að halda það námskeið? Hún heitir María Ketilsdóttir og mjög flink kona. Og þetta er líka mjög skemmtilegt. Ég er með eina hugmynd, til að skjóta henni hérna. Ég sem sagt er með hælið, setur Sögu berklana þar sem ég skelli mér í búning og set kappa á hausinn á mér. Það er mér svo gaman í búning. Þessi kappar eru stífaðir, eða reyndar, svo kemur í ljós að það er ekkert allir stífaðir, sem eru bara svona göldróttir. En að stífa kapp er eitthvað sem að kannski ekkert margir kunna ennþá í dag. Nei. Þannig að þetta er spurning námskeiði að stífa. Já, við sittum á miða. Það er bara góð sem er. Já. Og eitthvað fleira svona gamalt sem þið eruð að kenna? Svona gamalt, hvað ég var að segja? Eitthvað svona brotarísnámskeið eða er það minna? Það er ekki mikið núna. Ekki útsaum núna. Við vorum með rosalega flotta síðustöðan. Það fengum við konu frá Danmörku úr skóla þar til að kenna flott námskeið. En við erum með Heklu prjón og ýmislegt þannig. Við erum reynda með eitt. Jólanámskeið. Og það er jólatré úr spýtum. Já, svona gamaldags spýtum. Ó, þau eru svo falleg. Þau eru dásamleg. Hver ætlar að kenna það? Hann heitir Arnar og er starfsmaður hjá okkur á fundinum. Og rúllar þessu upp alveg, rosalega flott. Þannig að það er ýmsu að velja og þarna er líka hægt að skrá sig á þau námskeið sem ekki eru fullbókuð. Já. Og þetta eru svipastórir hópar, svona 8 manns eða hvað? Já, það fer eiginlega alveg eftir námskeiðinu. Stundum er þið minni, stundum 5. Við pössum að hafa aldrei ómarga. Svoleiðis að kennarinn ná örugglega vel utanum hópið sinn og allir sé ánægðir með þjónustuna sem þið fá. Það er mikið atriði. Veistu til þess að það skapist þannig stemming að fólk haldi bara áfram að hittast og Já, það er mjög algengt. Sushi-námskeið. Já, herði, við erum í sushi. Og það mitt hefur gerst á því, sko. Já, fólk heldur áfram sushi-klúbnum sína. Já, alveg. Það býr bara til viðbröð á Facebook og svo þegar heima sendast búið til sushi þá er það opið að vera að senda myndir og... Hver kennir sushi-námskeið? Herði, hann heitir Viktor Guðbrandsson. Og er hann þá alla daga að búið til sushi svona? Ekki núna, hann gerði það. Hann vann að röppi í mörg ár. Og fólk var svolítið hissa að ég skildi koma með sushi-námskeið. En ef að sushi er ekki handavinna og þú veist... Nákvæmlega, þetta er mikið fættur. Ekkert smá. Og var það ekki vel sótt og vel tekið? Jú, mjög sótt. Þannig að nú erum við búin að fá smá smjörþefna því sem verður í boði í punktinum í vetur. Takk kærlega fyrir að koma og við minnum bara aftur á heimasíðuna punkturinn.akureyri. Já.
og eitthvað netfang kannski til að senda póst. .akureyri.is. Já. Einfalt og gott. Velkomin. Takk kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis.